hitnar undir Keir Starmer, leiðtoga breska verkamannaflokksins, eftir að heilbrigðisráðherra í ríkisstjórn sagði af sér í dag. Leikskólar og skipulagsmál eru Kópavogsbúum ofarlega í huga fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sumir telja bæinn kominn að vaxtarmörkum, nóg sé komið af þéttingu og stækkun. Þrátt fyrir að síðasta ár hafi verið metár í ferðaþjónustu og heimsvísu, fækkaði ferðamönnum til Bandaríkjanna rúmlega 5%. Ferðamönnum frá nágrannaríkinu Kanada fækkaði fjórðung. Áætlanir sumarmarkað Reykjavíkurborgar á Ingólfstorgi hafa vakið hörð viðbrögð innan hjólabrettasenunnar. Verið að þrengja að íþrótt sem þegar hefur takmarkaða aðstöðu, segir hjólabrettakappi. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra Bretlands sagði af sér í dag og margir telja hann renna hýru auga til embættis Keir Starmer, forsætisráðherra og leiðtoga verkamannaflokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir borgarastríð hafa brotist út innan flokksins. Þingmenn verkamannaflokksins, fjölmiðlar og fleiri biðu með eftirvæntingu og óþolinmæði í morgun eftir að heyra frá West Streeting. Hann var sagður undirbúa afsögn í gær til að skora Starmer á hólm í leiðtogakjöri. Streeting var sjálfur þögull sem gröfin. Starmer sagði Streeting enn ráðherra í ríkisstjórninni og að hann bæri fullt traust til Streetings. Á hádegi dró til tíðinda. Streeting birti bréf til Starmers á samfélagsmiðlunum X þar sem hann sagðist ekki lengur treysta honum til að leiða flokkin. Því gæti hann ekki með góðri samvisku verið áfram í embætti heilbrigðisráðherra og tilkynnti afsögn sína. Streeting var ansi harðorður í bréfinu og sakaði Starmer stefnuleysi og skort á framtíðarsýn. Hann hvatti forsætisráðherrann til að hlusta á samstarfsmenn sína og axla ábyrgð. Starmer svaraði uppsögn Streetings síðdegis með því að þakka honum fyrir áralangt starf og lýsi yfir vonbrigðum með afsögnina. Greinendur segja þetta til marks vaxandi átök innan flokksins og að staðan sé að mörgu leyti fordæmalaus. So in effect a civil war opens up within a Labour Party that's supposed to be governing us at present. It's an extraordinary state of affairs, given it's less than 2 years since Keir Starmer won one of Labour's greatest election victories ever. Einn af þeim sem hafa verið nefndir sem arftaki Starmers Andy Burnham, borgarstjóri Manchester. Hann nýtur mikilla vinsælda innan sem utan flokksins og opnist leið fyrir hann til að komast á þing verður hann kjörgengur fyrir leiðtogakjörið. Well, the public are hugely unimpressed by these shenanigans. I mean, if there is a change of Prime Minister, the UK will be on its 6th Prime Minister in the last 7 years. The previous 6 Prime Ministers spanned 37 years. So there's the contrast. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á sjúkrahús vegna hjartavandamála. Konungsöllin greindi frá því í yfirlýsingu í dag. Þar segir hún að hafi verið lögð inn með svokallaða hjartaöng sem getur verið einkenni blóðþurrðar í hjartavöðva. Drottningin sé þreytt en líðan hennar góð eftir atvikum. Hún verður á sjúkrahúsi yfir helgina svo unnt sé að fylgjast með líðan hennar. Margrét Þórhildur varð 86 ára 16. apríl. Hún afsalaði sér krúnunni fyrir rúmum 2 árum og sonur hennar Friðrik var krýndur Danakonungur. Í dag eru 2 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta aðeins á næst fjölmennasta sveitarfélag landsins sem Kópavogur. Áramótin bjuggu þar rúmlega 40.000 manns. Á liðnu kjörtímabili hafa sjálfstæðis og framsóknarmenn verið í meirihluta. Nú geta Kópavogsbúar valið á milli 7 flokka. En hvaða mál brenna helst á bæjarbúum? Það skiptir mig mestu máli. Ég á bæði á ég fullt af börnum og barnabörnum og sumur hérna í Kópavogi. Þannig að það bara leikskólamál. Mér finnst mikilvægt bara að sé að vera að huga að bara barnafjölskyldum og bara að það sé leikskólamálin séu góð. Það sem brennir mér svolítið að hjarta er að borgarlínan komi ekki. Hvað skiptir þig máli í kosningunum á laugardaginn? Það er nú til dæmis það að fá hérna fjölgun á bílastæðum við Sundlauginni. Það er ekki stórt mál en það er mál fyrir okkur sem sækjum þessu Sundlaug. Leikskólamálin og málefni aldraðra finnst mér vera og svo finnst mér bara búið að byggja allt og mikið. Allt og hröð uppbygging, sérstaklega hérna á Kársnesinu. Ég er ekki sátt við það. Ekki bara skólamál. Það er bara, já,
Þá leikskólar eða grunnskólar? Grunnskólar. Í hvaða farvegi eru þau í Kópavogi? Þau eru bara ekki nógu góðum farvegi. Það er bara orðið svo ofboðslega mismunandi og stór hópur sem sagt barna í hverjum og það vantar bara meiri aðstoð inn í skólana. Er þetta ekki skipulagsmál og svo kannski fjárhagur bæjarins? Þið vilja kannski að við myndum borga upp skuldir áður en við förum að gera eitthvað annað. Það sem skiptir mig mestu máli eru leikskólamálin og svo einnig bara almenn þjónusta við Kópavogsbúa. Hvernig viltu að hún sé? Aðgengileg, að kannski kerfið sé svona, það sé hægt að átta sig á hvernig hlutinni virka. Fyrir mig myndi skipta miklu máli að væri þá heimgreiðslur, góðar heimgreiðslur. Hlúa vel að öldruðum. Ég held að aldraðir eigi alveg skilið að það sé hlúið vel að þeim. Hér í Kópavogi hafa leikskólamálin verið fyrirferðarmikil á kjörtímabilinu. Svokallað Kópavogsmódel var innleitt og það er umdeilt. Og samgöngumálin er eitt af stórum málunum hér í Kópavogi, já eins og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Og hér á Kársnesi eru framkvæmdir hafnar við Fossvogsbrúna sem verður hluti af borgarlínu. Og svo eru það skipulagsmálin sem hafa verið talsvert til umræðu, já meðal annars uppbygging miðbæjarins hér í Hamraborg og svo þétting byggðar. Skipulagsmálin náttúrulega eru alltaf í forgrunni. Ég myndi ekki vilja láta þétta byggðina. Mér finnst frekar að reyna að hafa meiri útivistarsvæði, náttúru, gott aðgengi fyrir bara barnafjölskyldur að fara með börnin út í náttúruna. Það þarf náttúrulega bara að skoða allt með tilliti til þéttingar og svæði sem Kópavogsbær á. Það er svona kannski framtíðin sem maður er meira áhyggjur af, hvernig uppbygging verður, hvort það verður mikil þétting byggðar og bílastæða vandamál og annað sem að því fylgir og samgöngur samt þá í framhald af því. Hvernig getur bærinn haldið áfram að vaxa og dafna? Það er alltaf hægt, erum við ekki öll að vaxa og dafna á ýmsan vegu? Þannig að ég held að bærinn geti alveg gert það líka. Kársnesi á ekki að stækka meira. Það ber ekki innan umferðarþunga og þetta er bara örtur á hverju morgni að komast til og frá heima hjá sér. Kópavogur er nógu stór. Það bara komast ekki fleiri fyrir. Já, það er víðar þröng og þyngi. Því áætlanir Reykjavíkurborgar að breyta Ingólfstorg í markaðstorg í sumar falla í grýttan jarðveg hjá hjólabrettaiðkendum. Það er lýðheilsumál að fólk á öllum aldri geti stundað sína íþrótt utandyra og gjaldfrjálst, segir hjólabrettakappi. Reykjavíkurborg auglýsti sumarmarkað á Ingólfstorgi og í Austurstræti í gær. Kofar verða settir upp og markaðurinn verður opinn frá 20. maí og fram á haust. Og hjólabrettaiðkendur eru mjög ósáttir við áætlanir borgarinnar, enda hefur Ingólfstorg verið miðpunktur hjólabrettasinnunar í yfir 30 ár. Viðbrögðin létu ekki á sér standa við auglýsingu borgarinnar þar sem hjólabrettasinnan mótmælir kröftuglega. Mér finnst náttúrulega bara mjög flott framtak hjá borginni að reisa upp einhvers konar sumarmarkaði. En mér finnst vera svona stórt spurningamerki hvort að það ætti að reisa einmitt hérna á Ingólfstorgi sem er svona miðstöð hjólabrettamenningar í Reykjavík. Verið sé að þrengja að íþrótt sem þegar hafi mjög takmarkaða aðstöðu í borginni. Réttast væri að bæta við hana frekar en skerða. Það væri náttúrulega bara frábært ef að þeir myndu setja aftur kantana á aðstöðuna sem að var hérna síðasta sumar. Það væri mjög óskandi. Og svo náttúrulega í draumaheimi þá ætti náttúrulega að vera bara steinsteypt hjólabretta-park einhvers staðar í Reykjavík en eins og í Köben og Oslo og alls staðar á Norðurlöndunum. Þar aðstaðan svo miklu betri en hérna á Íslandi. Yfir 100 manns koma reglulega á Ingólfstorg á hjólabretti. Það bara fólk á öllum aldri, alveg frá 5 ára yfir í 50. Þannig að bara allir sem að vilja renna sér hérna á hjólabretti. Samkvæmt upplýsingum frá borginni hafa viðbrögðin orðið til þess að verið að skoða aðrar útfærslur á markaðnum. Þetta náttúrulega ákveðið lýðheilsu sjónarmið að fólk geti komið og stunda sína íþrótt utandyra og gjaldfrjálst. Og svo líka fullt af ungu fólki sem að
passar ekkert alveg inn í þessar hefðbundnu íþróttir eða tómstundir og vilja bara koma hingað og vera svona mjög frjáls og stunda þetta eins og ég segi alveg gjaldfrjáls. Það kostar ekkert að koma á Ingólfstorg. Ferðamönnum sem lögðu leið sína til Bandaríkjanna fækkaði í fyrra á milli ára þótt þeir hafi aldrei verið fleiri á heimsvísu. Samdrátturinn nam rúmum 5%. Ferðaþjónustufyrirtæki í sólskinsríkinu Flórida fara ekki varhluta af þessu. Right over here on the right, guys, alligator. We see a big drop in European and Canadian visitors, approximately 30 to 50%. I can say right now we are feeling the Trump slump because of the policies and the war that he's kind of essentially brought on. Those things have really affected our business and slowed it down. Og fleiri tengja þetta við stefnu Bandaríkjaforseta. When Trump's policy started to get in effect, a lot of Canadians got frustrated and canceled their reservation and certainly didn't reserve for the following year. I don't think we'd be in this same situation had he not alienated our allies and our friends. Á landsvísu fækkaði ferðamönnum 5,4% og samkvæmt tölum frá Kanada fækkaði bandaríkjaferðum Kanadamanna 25% í fyrra. I heard that some Canadians don't want to come here anymore. I don't care. I love Florida, so I'm here. That's the most important. It's better than the snow and ice rain. That's why I'm here, yeah. Þótt sigrt hafi í álinn í bandaríska ferðageiranum vona margir að HM í fótbolta laði fleiri ferðamenn til landsins. En þar sá hængur á að miðaverðið þykir svimandi hátt. Fjármálaráðgjafi segir að þessi mun hærra en knattspyrnu áhuga fólk allan heim eigi að venjast. You've heard there were many discussions about the ticketing of the World Cup. There are expensive tickets, yes, but there are also affordable tickets. Eru miðarnir þá núna dýrar en hafa verið? Þeir eru miklu dýrari. Að jafnaði getum við sagt að fer aðeins eftir því hvenær verið að leika þessa leiki en þeir eru svona frá 2-falt dýrari til 4 sinnum dýrari en á fyrri mótum. En það samt mjög erfitt að fá miða í ódýrustu verðflokkum. Þannig að flestir sem ætla sér að sækja þetta mót munu þurfa að kaupa dýrari svæði eða dýrari miða yfir höfuð en þeir hefðu keypt á síðustu mótum. Þannig að þetta margfalt dýrari en áður. Viðmiðin eru önnur núna en á fyrri mótum og Björn segir verðlagninguna ekki óeðlilega með við Norður-Ameríku. Þetta allt annað en knattspyrnu áhuga fólk alþjóðlega hefur átt að venjast. Það ekki dýrara að sækja úrslitaleikin og HM en að sækja ofurskálar úrslitaleikin í bandaríska ruðningnum. En við þekkjum þetta bara ekki úr fótboltanum. Heimamenn eiga eftir að mæta á flesta leikina en nú reyni á hvort alþjóðlegir aðdáendur láti bjóða sér þetta verð. Nærri 80% hótelbókana í borgunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýrri skýrslu samtaka hótel- og gistihúsaeigenda í Bandaríkjunum. Björn bendir á að heildarkostnaður sé hár, ekki aðeins miðaverðið. Flugfargjöld eru há, dýrt sé að koma sér á milli staða og gisting dýr. Og pólitísk áhrif eru einnig mikil. Þetta mót var í rauninni keypt af FIFA og það var til þess að útreikningarnir yrðu eins glæsilegir og þeir voru lagðir fram að þá hefði allt þurft að ganga upp. Og það virðist bara ekkert allt verið að ganga upp. Seinni undankeppni Eurovision stendur nú yfir á RÚV 2 en það ekki eina söngvakeppnin sem á dagskrá í kvöld. Spunahópurinn Improv Ísland fagnar 5 ára afmæli með sinni eigin keppni Improvision. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í salnum í Kópavogi. Eva, allt að vera klárt? Já, hér hefur allavega staðið stíf upphitun síðustu mínúturnar. Hólmfríður og Bjarni, hvað Improvision? Improvision Eurovision veisla í boði Improv Ísland þar sem við spinnum Eurovision lög á staðnum. Margir myndi kannski mikla fyrir sér bara spuna yfir höfuð en að spinna lög. Það erfitt? Já og nei. Það auðvelt með sem snillingum sem eru með hérna og það alltaf bara gaman hjá okkur en það alveg líka erfitt og flókið af því að það mjög stressandi að fara út í óvissuna og vita ekkert hvað fara að koma, hvað titill eða hvernig tónlistin verður eða hvað. En hvernig fyrirkomulag? Við komum sem sagt inn á svið og erum í búning eins og sést og við fáum titil af lagi og svo fáum við drög við þema og bara hljómsveitin byrjar að spila og við bara búum til lag. Og hverju á fólk þá von á í kvöld? Já.
Við getum til dæmis sungið eitthvað frið. Já, til dæmis. Já. Það á enginn að vera illa liðinn. Syngjum eitthvað friðinn. Til dæmis. Það á enginn að vera illa liðinn. Syngjum eitthvað friðinn. Það á enginn að vera. Já, það á enginn að vera illa liðinn nema kannski veggjalýs. Finnsk uppfinning gæti mögulega útrýmt veggjalús. Tækið lokkar kvikindin til sín og fangar þau í nokkurs konar gildru. Hótel sem tryggja sér vottun gegn veggjalús geta rukkað meira fyrir gistingu. Veggjalýs hafa fundist í öllum landshlutum á Íslandi. Þær kunna vel að meta upphituð híbýli Íslendinga og þeim hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarna áratugi, bæði vegna aukina ferðalaga Íslendinga til útlanda og fjölgunar fólk sem kemur hingað erlendis frá til leikja eða starfa. Bedbugs arrive with travelers, and travelers themselves are concerned. In fact, according to new Focusrite research from this year coming in June, it's the #1 guest concern in 2026. Samkvæmt könnuninni eru hótelgestir tilbúnir til að greiða að meðaltali 3–5% meira fyrir herbergi sem hefur vottun gegn veggjalús. Slík vottun gæti því haft fjárhagslegan ávinning fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. We have over 5 million safeguarded stays across over 60 destinations and 30,000 rooms. And Valpas has had an over 99.5% efficiency. Veggjalýs athafna sig helst á nóttunni. Þær lifa á blóði og geta drukkið 7-falda þyngd sína. Stungurnar geta valdið kláða og útbrotum. Our devices, they have been programmed and designed to attract and capture the bedbugs thanks to a special design that reminds bedbugs of their favorite home. So it's like a trap of sorts? Yes, an extremely efficient and fancy one. How quickly does it work? Within the first night. Gildrun komið fyrir undir rúmi eða við hliðin á því. They work as a bed leg itself, and they are placed under the pillow end of the bed, where naturally bedbugs move to, attracted by the sleeping guest. The legs, they have a cassette, which is where the pests fall into, and once they are inside, they're prevented. They can't do any harm to the guest or the hotel. Engin eiturefni eru notuð. Leið og lýs koma í gildruna fær hótelið meldingu það í gegnum sérstakt app. And then after that, the hotel staff can just easily remove the prevented pests from inside the devices. Meira en 30% hótel á Íslandi nýta sér tæknina nú þegar. Martin segir að ef 90% gististaða væru lausir við veggjalýs, gæti landið mögulega losa sig við óvarina fyrir fullt og allt. Það var veðri. Skil frá lægð suður af hvarfi nálgast nú landið. Á morgun gengur í suðaustan 5–13 metrar á sekúndu með dálítilli rigningu eða súld, hvassast við suðvesturströndina. Áfram þurrt og yfirleitt bjart fyrir norðan og hlýnar heldur í veðri. Hiti 5–12 stig, hlýjast norðan til. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Fylkir undir stjórn Heimis Guðjónssonar mættu gamla liðinans Heimis FH í markaleik í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Óvænt úrslit litu dagsins ljós í bikarnum í dag. KA lenti í veseni á móti Ægi og bikarmeistarar Vestra á móti Gróttu. En við förum yfir það helsta úr bikarnum og hvaða lið mætast í 8 liða úrslitunum í íþróttum hér að loknum fréttum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Enn hitnar undir Keir Starmer, leiðtoga breska verkamannaflokksins, eftir að heilbrigðisráðherra í ríkisstjórnan sagði af sér í dag. Leikskólar og skipulagsmál eru Kópavogsbúum ofarlega í huga fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Sumir telja bæinn kominn að vaxtarmörkum, nóg sé komið af þéttingu og stækkun. Þrátt fyrir að síðasta ár hafi verið metaár í ferðaþjónustu og heimsvísu, fækkaði ferðamönnum til Bandaríkjunum rúmlega 5%. Ferðamönnum frá nágrannaríkinu Kanada fækkaði 4%. Áætlanir sumarmarkað Reykjavíkurborgar á Ingólfstorgi hafa vakið hörð viðbrögð innan hjólabrettasenunnar. Verið að þrengja að íþrótt sem þegar hefur takmarkaða aðstöðu, segir hjólabrettakappi. Þessi fréttatími á enda, við ljúkum honum á Álftanesi, þar sem bæjarhátíðin Forsetabikarinn var haldin í 5. sinn í dag. Álftanesingar kepptu í fótbolta og kassabílaralli og skemmtu sér á ýmsa lund.
Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 10. Alltaf má nálgast nýjustu fréttir á rúv.is. Við þökkum fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl.